Matti, klári sigurinn í loka leiknum, bara hvernig tilfinningin þegar þú varst að labba út af hérna fekk góða heiðurskiptingu? Það var skrítinn þetta, má byrja að hugsa þetta svona 5 mínútum áður að þetta getur verið síðustu minnar, en bara yndislegur dagur og bara geggjaðar endir á frábæru tímabili á liðinu og mínu ferli og bara gífurlega þakklátur sorry. Þannig að, já, bara yndislegt. Og bara skrifaði skíðin og ekkert leiðilegt að hafa skorað hérna líka í lokaleiknum? Nei, það var bara næstu og gott til að vera satt og Stefán varði hérna helviti vel frá mér í byrjun leiks. Þannig að, en bara frábærlega gert hjá Óskari að típunum fjær og geggja gaman að ná að enda þetta með marki. Bara it's been a one hell of a ride. Spilar eitt frammi í dag, svona rauð upp gamla takta í dag? Já, ég búinn að segja, ég búinn að stræka alltaf tíman. Nei, bara geggjað að spila með svona góðu leikmönnum og reyna að finna trekk í trekk og bara geggjað. Vera 38 ára og spila í svona góðu liði, bara forréttindi. Hvernig metir bara svona að gera upp tíman í Víking? Bara raðsjöguvegarar einhvern veginn alltaf í toppbaráttu eða alltaf að vinna eitthvað? Klárlega allavega með betri íslensku liði sem þú hlýtur að spila með á þínum ferli. Já, ég var rosalega heppinn að byrja ferilinn í FH og geggjaði tímar þar. Við unnum einhverja 4 Íslandsmeistaratitla á 5 árum. Þarna 2004, 5, 6 og 8 og 9 minnum mig. Ágætt líka? Já, það var stórkostlegt lið líka og núna líka bara geggja íslensk fótbolti alltaf verið betri og betri og bara árangurinn í Evrópu, mæta Panathinaikos, fá stig í Evrópu og vinna 3 titla á 3 árum, þú veist. Geggja. En þetta tímabil einhvern veginn, var skrítið. Breiðablik fór svona hallanda fæti, Valur líkandur og lokin, þið bara stúti í úrslitakeppninni, vinnið 5 leiki af 5, bara hlýtur að vera mjög ánægð með tímabilið. Já, að sjálfsögðu, aðalmarkmiðið fyrir tímabilið var að vinna deildina, þú veist, það alltaf aðalmarkmiðið. Átt frábæran heimaleik gegn Brøndby og svo fór sem fór í útileiknum eins og allir vita og sem var mjög svekkjandi, en eftir það þá vissi ég bara að við myndum klára deildina. Búið að vera ótrúlega strempið fyrir strákana, spila bara síðan í spil í 2 ár líka við, fengum alla hvíld, þannig að bara frábært tímabil. Góða dagur fyrir Víkinga, voru mikið fólki mætt hérna og góð stemning og fleiri fánar fólk og þetta var góður andi í dag? Þetta var bara fáránlega fallegt, bara fánar niður alla götuna og þau eru ísastóru fánar, stuðningurinn bara geggjaðir hérna og skila okkur bara þessu titli, bara hjálpaði þvílíkt og bara forréttindi. Og að lokum bara sem að tekur við á Matthíasi Vilhjálmssyni núna, bara váðu út í þjálfunina? Já, það er bara, ég er mjög spenntur fyrir því og þakklátur að fá að stíga mig fyrsta skref hjá Víkinga í því og geggja verið í þessu umhverfi, unga þjálfara, þá ætla ég að drekka í mig lærdóm og hérna bara Það er ekki eitt að rauðbót? Nei, ég held að það komi gott, það er eitthvað þrýstíkur en nei, þetta er flott endur svona. Þú búinn að hugsa þetta lengi? Vera lengi með þetta í hausnum í sumar eða hvernig svona? Já, maður vissi alltaf, 38 ára á styttistjana hérna, þetta er óumflýjanlegt, svona er þetta bara og bara geggja endur svona og ég verði þarna inn í klefa okkur sem er þó ég sem byrjar að þjálfa yngri loka og þá mun ég alltaf vera að bulla eitthvað í þessum gaurum inn í klefa. Það er það sem mér þykir skemmtilegast, að vera með strákunum. Matti, takk fyrir ganga.